Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar förum við í Auðlindagarðinn á Reykjanesi. Þar núna fjölbreytt starfsemi í mörgum fyrirtækjum sem nýta sér afurðir orkuveranna á Suðurnesjum. Í Auðlindagarðinum starfa 1300 manns. Við förum einnig í leikhús og hittum ungmenni sem hafa verið á leiklistarnámskeiði frá því í haust. Afraksturinn skemmtileg leiksýning sem heitir Furðuverk. Það fáum við fréttir frá Suðurnesjum í lok þáttar. Þegar horft tilbaka í atvinnumálum á Suðurnesjum þá urðu áföll við brotthvarf varnarliðsins árið 2006 og síðan bankahrunið 2 árum síðar. Á annað 1000 manns mistu vinnuna og þegar mest var fór atvinnuleysi á Suðurnesjum yfir 15% og það nánast fáheyrð tala. Ferðaþjónustan hefur aldeilis komið sterk inn á svæðinu og flugstöð Leifs Eiríkssonar nú orðinn stærsti vinnustaður landsins. En ferðaþjónustan og nýsköpun sköpuðu líka mjög mörg störf í svokölluðum Auðlindagarði á Reykjanesi sem varð til þegar fyrirtæki fóru að nýta sér affall frá orkuverum Hitaveitu Suðurnesja, síðar HS Orku og þar auðvitað þekktasta fyrirtækið Bláa lónið. Í Auðlindagarðinum til að mynda 3 hótel með á annað 100 herbergi og hjá Bláa lóninu starfa 850 manns. Við höldum áfram að fjalla málefni sem tengjast HS Orku og spurðum Ásgeir Margeirsson forstjóra út í Auðlindagarðinn. Þetta svolítið merkileg staðreynd. Þetta var nú ekki það sem menn höfðu í huga þegar hér var byrjað að rannsaka fyrir yfir 40 árum síðan. Og hér stórir vinnustaðir, margir. Hjá HS Orku starfa liðlega 60 manns í dag, en í Auðlindagarðinum starfa 1300 manns. Auðlindagarðurinn telur fyrirtækin sem hafa vaxið upp í nálægð við orkuverin og geta hvergi annar staði verið því þau þurfa að fá einhverja vökva og afurðir frá okkur í gegnum pípur og geta þess vegna ekki verið langt í burtu. Stærsta dæmið vissulega Bláa lónið sem náttúrulega orðið gríðarlega merkilegt fyrirbæri. En það líka Northern Light Inn, það líka Carbon Recycling sem framleiðir fljótandi eldsneyti, metanól, eingöngu úr hráefnum frá jarðhitavinnslunni í Svartsengi. Það önnur leið til að nota innlenda orku í samgöngum. Það fiskeldi, nýjasta viðbótin í Auðlindagarðinum matorka sem með bleikjueldi og áformum laxeldi á landi í kerjum. Það Orf líftækni hérna í Grindavík með hátæknigróðurhúsi. Svo það fiskþurrkunarfyrirtækin á Reykjanesi, Laugafiskur og Haustak sem bæði mjög vaxandi. Og svo hið frábæra fiskeldi Stolt Seafarm á Reykjanesi sem nýtir sjóinn sem notaði til að kæla vélasamstæðurnar og hitnar þess vegna upp og þeir að rækta hlýsjávarfisk út á Reykjanesi með frábærum árangri. Það vert að horfa til þess líka að fiskþurrkunarfyrirtækin 2, Laugateigur og Haustak, þau nýta gufu til þurrkunar. Gufan verðmæt til raforkuvinnslu. Nú áformum við að breyta því og framleiða heitt vatn sem þeir geta notað til sinna þurrkunar til þess að hafa þá gufuna til raforkuvinnslu. Það verið að nýta í rauninni, upphafið á svæðinu sem orkuvinnsla í svo gríðarlega margt annað. Já, eiginlega alveg ótrúlegt og það í raun og veru ekki allt búið enn. Það eru tækifæri til sóknar og það hægt að nefna nokkur. Kísilþörungar eða þörungarækt áhugaverð atvinnugrein sem örlítið byrjuð. Það ræktaðir þörungar í Bláa lóninu í dag og þörungar þurfa til dæmis gufuna frá okkur til að lifa af og það þarf magn og ljós og það þarf hitagjafa og þess háttar. Það til hugmyndir stórskala þörungarækt
til fóðurframleiðslu, svo dæmi sé tekið. Auðlindagarðurinn hér kjörið tækifæri til staðsetningar og slíkri starfsemi. Við erum hérna í Svartsengi að vinna svona tilraunaverkefni við að hreinsa koltvísýring úr gösum frá gufunni til þess að geta tekið koltvísýringinn og tappað honum á kúta og selt hann, þannig að hann verði afurð. Markaðurinn notar koltvísýring og í dag það bil helmingur af þeim koltvísýring sem notaður á Íslandi fluttur inn. Hann framleiddur með skítugum hætti, ef svo má segja, erlendis og fluttur til landsins með skipum. Það væri miklu nær að vinna hann hér heima og nýta hann beint þannig. Og þá sparast mikil umhverfisáhrif af að framleiða hann erlendis og flytja hann til landsins. Enn eitt dæmið út á Reykjanesi í tengslu við stækkunina, 30 megawatt stækkunina, Reykjanes 4 sem við köllum, að hreinsa kísil úr jarðsjónum og nota hann til kísilvinnslu. Og það ekkert endilega bundið við Helguvík sem slíkt, heldur bara kísilvinnslu sem til staðar til dæmis norður í landi og í Hvalfirði í dag, á Grundartanga. Og með því móti að vinna kísilin á Reykjanesi aftur hægt að spara innflutt hráefni til þeirra vinnslu sem þar fer fram. Þannig að umhverfisáhrif þessarar afleitu starfsemi geta verið alveg gríðarlega mikil. Það alveg magnað að horfa til þess að hvernig þetta vinnur saman í rauninni orkuvinnsla býr til gríðarleg tækifæri hér til dæmis eins og þú nefnir í ferðaþjónustunni. Já, og það má nefna mjög mörg önnur dæmi það. Það ekki bara hérna hjá okkur. Það hægt að sjá þetta upp á Hellisheiði, það hægt að sjá þetta upp á Nesjavöllum, það hægt að sjá þetta í fjölmörgum tilvikum hjá stöðvum Landsvirkjunar víða land, þar sem vel tekið á móti ferðafólki og þeim boðið að skoða mannvirkin og aðstaða ferðamanni til að fara svæðin stórlega bætt. Og það eru rannsóknir sem að sýna að ferðamenn dást að upplifun sinni á náttúrunni jafnvel þó þeir séu á virkjansvæðum inn á hálendinu. Þannig að það virðist ekki slá það út á laginu? Í einhvernum tilvikum gerir það eflaust, en mér minnist að skýrsla sem Landsvirkjun lét vinna og könnur sem Landsvirkjun lét vinna ferðamenn á Blöndursvæðinu sem að upplifðu sig út í náttúrunni, jafnvel þó að vera að keyra eftir stíflum og horfa á mannvirki. Og mér finnst mikilvægt að stíga varlega til jarðar í öllum sem við gerum, að vanda til verka og það oft mikilvægt að taka ákvörðun að gera ekki eitthvað. En svona heilbrigð sjónarmið hvað raunverulega hangir á spýtunni mikilvæg að mínu mati og það þarf að hlusta, eiga samtalið og ég kann ekki sérstaklega vel við einstrengingslega skoðanir í aðra hvora áttina. Við viljum ekkert virkja allt og við viljum gera allt sem við gerum vel. Allt sem við gerum hefur einhver áhrif á náttúruna. Það að byggja veg eða nýtt íbúðahverfi í sveitarfélagi hefur áhrif á náttúruna og við erum að vanda til verka í hvívetna. Fyrsta mál hjá okkur, annað og þriðja, alltaf vatnsverndin, að vernda vatnsbólin. Í því samhengi samgöngubætur mjög mikilvægar til að minnka líkur á til dæmis olíubíll velti út af Grindavíkurveginum. Nú að vinna endurbætur úr honum sem góðs og vonandi verða það svo enn meira. Við höfum að passa vatnsból nr. 1, 2 og 3. Síðan kemur að eiga alltaf nóg vatn til staðar fyrir íbúana bæði heitt og kalt og svo koma möguleika til raforkuvinnslu þar á eftir í forgangsröðinni. Þetta alveg skýrt í okkar huga. Leiðarljósið okkar logar skært, það Albert Albertsson. Nú hann nýorðinn 70 og á fullu með okkur. Hann maðurinn á bakvið þessa fjölnýtingu. Hann maðurinn á bakvið auðlindagarðinn og hann eina leiðbinn okkur af fullum krafti og kenna okkur að vísa okkur veginn inn í framtíðina. Þetta hugsun fyrirtækisins, það hans hugsun sem hann kom með hingað inn fyrir 40 árum síðan. Það hugsun og stefna fyrirtækisins. Að nýta það sem okkur treyst fyrir með sem bestum hætti í víðu samhengi, þar að segja fyrir samfélagi. Umhverfi sinnar, ef við köllum það svo, hafa nú oft verið að láta í sér heyra og þið hefur oft fengið gagnrýni, þið sem að vinna orku úr landinu. Hvernig finnst þér hún ósanngjörn eða hvernig gengur að hver ykkar tilfinning fyrir því? Svariði því? Ég vil nú fyrst taka fram að við erum umhverfisinnar og vöndum til verka í öllu sem við gerum og öflum allar þeirra leyfa sem að
heimildar sem þarf fyrir hvaða verk sem Já, mér finnst umræðan oft á tíðum ósanngjörn og illa ígrunduð. Einstaklingsleg sjónarmið ráða oft för. Okkar tilgangur mjög skýr, hann að taka þátt í að sinna þörfum samfélagsins og útvega það sem þarf og jafnvel það sem okkur ber skylda til í mörgum tilvikum, eins og útvega vatn, kalt vatn og heitt vatn. Og við viljum gjarnan eiga samtal og við alla þá sem að málum koma og vilja tjá sig. Mér finnst oft vanta marga mikilvæga þætti inn í myndina eins og samfélagsþættina, það að segja hvað verið að gera fyrir fólk. Hugsum okkur bara Svartsengi eins og þetta í dag og eins og þetta var fyrir rúmi 40 árum þegar þetta var að byrja. Ég fullviss það að hefðu núgildandi kröfur verið í gildi þá hefði Bláa lónið aldrei orðið til. Og þá hefði ekki skapast þau sirka 700 störf sem í Bláa lóninu í dag og það tekjur af ferðamönnum sem þangað koma. Og svona mætti í raun og veru lengi telja. Við höfum að horfa á heildarmyndina og hagsmuni samfélagsins, atvinnusköpun og þess háttar. Í þessum störfum í auðlindagarðinu sem hafa sprottið af þessu starfi hér eru fjölmörg störf sem ég sannfærður að væri ekki til í landinu fyrir hámenntað fólk. Til dæmis í þróunarsetri Bláa lónsins og hjá Orð líftækni sem að fólki hefði einfaldlega ekki störfi hæfi hér á landi ef þessi fyrirtæki væri ekki hérna. Mér finnst afar mikilvægt að horfa til þessar heildarmyndar. Stóra myndin í mínum huga hún mjög einföld. Við eigum að þróa íslenskt samfélag þannig að börnin okkar og barnabörnin okkar hafi tækifæri til að búa hérna og vilji gera það. Við erum í samkeppni við umheiminn. Ungt fólk í dag hefur tækifæri til að búa nánast hvar sem og við viljum að þau komi aftur til Íslands og ég segi aftur því mörg fara þau utan í nám. Við viljum að þau komi aftur heim og geri sitt samfélagslega gagn á Íslandi. Til þess þarf samfélagið að vera tilbúið til að taka við þeim. Þess vegna þurfum við að ástunda nýsköpun og þróun á öllum sviðum. Það gríðarlega mikil nýsköpun í orkuvinnslu og í auðlindagarðinum öllum og þetta mun halda áfram að hjálpa okkur að byggja upp samfélagið. Það líka áhættuþáttur að allar spár benda til þess að í framtíðinni þá fækki vinnandi mönnum í hlutfalli við þá sem eldri eru og konur á eftirlaun. Það mun skekkja stöður samfélagsins og auka á erfiðleika með að viðhalda heilbrigðisþjónustu, þjónustu við aldraða og lífeyrissjóðum og öðru slíku. Við þurfum að sjá til þess að fólkið okkar, unga fólkið, vilji vera hér og hafi góð tækifæri til góðs lífs á Íslandi, þar sem eru góð laun greidd og áhugaverð störf. Það gerum við með svona framþróun og fjölbreyttu atvinnulífi. Við erum bara einn liðurinn í því, þar sé að orkuiðnaðurinn, auðlindagarðurinn. Þetta algjörlega nauðsynlegt í mínum huga. Við verðum að horfa til þess og það eru svo mörg dæmi það að þetta getur lifað í svo góðri sátt við náttúrumenn og ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan mest vaxandi atvinnugrein á Íslandi. Hún í rauninni mjög háð orkuvinnslu. Já, mjög víða, ekki alls staðar, mjög víða og það mjög athyglisvert að horfa til þess að á sveitarfélögum landsins Grindavík stærst í ferðaþjónustu og snyrtivöruframleiðslu. Gegnum Orð líftækni og Bláa lónið. Þetta alveg stórkostlegt að átta sig á þessu að í sjávarútvegsbænum Grindavík þá spilar hann mjög stóra rullu í ferðaþjónustu, snyrtivöruframleiðslu og orkuvinnslu. Hópur áhugasamra unglinga í Reykjanesbæ hefur komið saman í frumleikhúsinu í bænum frá því í haust með það að markmiði að skemmta sér og öðrum á léttu leiklistanámskeiði
sem skyldi enda með leiksýningu. Í þessum hæfileikaríka hópi eru ungmenni sem æfðu flestar íþróttir, eru í tónlistarnámi, syngja í kór, eru í skátum og björgunarsveit og eru svo jafnvel að stunda vinnu. Afrakstur af samverunni í frumleikhúsinu og af leiklistarnámskeiðinu skilaði sér á svið með verkinu Furðuverk sem unnið út frá hugmynd leikstýranna Guðnýjar Kristjánsdóttur og Höllu Karenar Guðjónsdóttur. Þær tvær halda utan verkefnið Gildurnar sem eru að setja verk á svið með leikfélagi Keflavíkur í 3. sinn. Leikstýrunum til aðstoðar við handritsgerðina var Arnar Ingi Tryggvason. Marta Eiríksdóttir kíkti í frumleikhúsið og ræddi við ungt leiklistarfólk og leikstýrur á frumsýningadegi Furðuverks. Loka sýning verður á verkinu helgina en það auka sýning vegna fjölda áskorana. Já, við erum stödd hérna í búningsherbyggi Leikfélags Keflavíkur. Þetta eru krakkarnir sem eru að fara að sýna. Þetta unglingadeildin. Hvað segir krakkar? Hvernig stemmingin? Hún gríðarleg. Mjög spennt. Eru þið mjög spennt að fara að sýna? Já. Stressið samt að yfirtekur stundum. Hvað leikur þú? Ég er íþróttakennari og Gísli. Íþróttakennari og Gísli. En þú? Ég er að leika Lísu. Það leika Lísu og hvað gerir Lísa? Hún er mjög skemmtileg karakter en mjög utan við sig og er svona, já, svolítið sérstök. Sérstök stelpa. Leikriti heitir Furðuverk. Af hverju heitir það Furðuverk? Því þetta er algjört furðuverk. Er þetta búið að vera dálítið skemmtilegt tímabil, æfingatímabil? Við erum eiginlega orðið svona ein stór fjölskylda. En gaman. Vel sagt, segja þið. Hvað liggur að baki, stelpur? Hvað liggur að baki? Fyrst og fremst áhugi okkar. Áhugi okkar og bara vöndin á svona verkefnum fyrir, einhverju fyrir þessu unglinga að gera í leiklist. Hvað hafið þið séð gerast hjá krökkunum á þessu æfingatímabili? Við náttúrulega frá upphafi, þegar við hittum þeim fyrst, þá voru þau nú óskaplega svona feimin og lítil í sér eins og gerist og gengur þegar fólk er kannski að prófa að gera eitthvað í fyrsta skipti. Og þau eru nokkur að stíga sem fyrstu skref hér. Önnur hafa verið með okkur áður og eru vön, en við höfum allavega séð núna framfarir, mikla leikgleði, þau eru orðnir svo miklir vinir, þeir þykir svo vænt hvorum annað og okkur líka. Algjörlega, bara sammála því. Sammála Halla, þessu sem að Guðný er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Halla? Nei, ég held bara ekki, ég held bara, ég held að sé aðalega þetta leikgleði. Þau hafa öll fengið tækifæri til þess að vera bara akkurat það sem þau eru og þurfa ekki að vera ekki neitt annað. Þetta leikrit býður upp á það að hver og einn getur fengið að sýna það sem í þeim býr og þetta leikrit er búið til út frá þeirra hugmyndum í spuna og svona sem þannig að þeirra svona sérkenni fá að blómstra í þessu leikrit. Þau eru búin að vera með í öllu ferlinu frá upphafi. Og hvernig byrjaði ferli? Var það námskeið eða hvernig? Eru þið til í að segja mér aðeins frá því? Já. Þetta var svona námskeið sem við heldum, þar sem við vorum að hittast tvisvar kannski í viku. Já, má kannski taka það fram að þessi krakkar eru svo ótrúlega hæfileikarík og svo mörgum sviðum. Þau eru í öllum íþróttum sem hægt er að vera í. Þau eru í skátum og tónlistarskóla og þau eru að vinna. Þannig að við erum búin að vera í pínu vandræðum með að ná þeim saman. En við náðum að hitta svona kannski 3 í viku til að byrja með. Þá vorum við bara með alls konar leiklistarleiki, við vorum með spuna og bara svona ýmislegt leikhústengt. Og svo þegar að svona, við ætlum náttúrulega frumsýningin í október. Út af hverju ert þú að taka þátt, Ívar? Mér bara langaði að taka þátt. Ég sá þetta og bara af hverju ekki. Sástu þetta auglýst eitthvað staðar? Nei, mamma mín sýndi mér þetta og ok, ég skal pröfa. Og svo sá ég frænda minn í þessu, svo já, af hverju ekki? Glæsilegt. En þú, Betsy? Þetta var auglýst í skólanum mínum og ég var í Dýrunum sem var síðasta leiksýning sem var sýnd hérna. Þannig ég ákvað bara... Dýrunum? Já, Dýrunum í Hálsaskógi sem var síðasta sýning sem var sýnd hérna. Og varstu með í þeirri sýningu? Já. Er búið að vera gaman? Já, mjög gaman. Bara skemmtilegasta bara 2018 og 2019 er nýbyrjað en þessi ár eru búin að vera ógeðslega skemmtileg.
Bara, þetta svona skemmtilegasta sem þú hefur gert kannski bara á ævinni, heldur það? Já. Í alvöru? Já. Út af hverju? Bara mér finnst gaman að leika. Ertu að uppgötva það? Þú ert hrifin að því að fá að leika á sviði? Já, mér finnst mjög gaman að leika á sviði. Hvað vilt þú segja, Betsy, um þetta? Hvað finnst þér að leika? Mér finnst það mjög skemmtilegt og þetta búið að vera geggjuð upplifun að fá að vera með þessu. Og hvað það við að leika, Betsy? Hvað gerist þegar þú ert að leika? Ég verð bara svona, mér finnst svo gaman að vera fyrir framan fólk, þannig að þetta bara, ég fæ mjög góða tilfinningu og þetta bara ógeðslega skemmtilegt. Og hvað kom til að þú tókst þátt í sýningunni, Dari? Aðalega áhugi og svo bara alltaf gaman að kynnast nýjum krökkum. Sástu þetta einhvers staðar auglýst eða hvernig kom það til? Já, þetta var auglýst í skólanum. Komu kennarar og sagði okkur frá þessu. Já, og hvað? Og hvernig voru fyrstu viðbrögðin? Vildur þú strax taka þátt eða? Já, engin spurning. Alveg leið. Hvað segir þú við þessu? Já, ég hef náttúrulega, við bæði höfum tekið þátt í svona leikriti áður og byrja á svona námskeið og síðan hefur þetta orðið að leiksýningu, þannig já, ég vildi bara definitely taka þátt aftur. Hvað eru við að fara að sjá? Getið þið lýst sýningunni í örstuttum orðum? Leikritið heitir sem sagt furðuverk og leikritið eiginlega svolítið furðuverk. Það ekki neitt ákveðinn söguþráður. Þetta svolítið bara svona eitthvað bara. Þetta eru bara svona tveir vinahópar. Já. Mjög ólíkir og bara mjög ólíkir. Hvernig lífið í þeim? Sko þetta náttúrulega kannski frábrugðið öllu öðru sem í gangi í þessu bæjarfélagi, eða svona flest öllu. Að hvað leyti? Þetta kostar ekki neitt. Þetta öllum þáttakendum að kostnaðarlausu. Það enginn sem að greiðir. Við fengum styrk til þess að setja þetta upp, halda þetta námskeið, þannig að það enginn að fá greitt fyrir þetta. Menningarráð Reykjanesbæjar styrkir okkur og við erum náttúrulega að setja upp í samstarfi við Leikfélag Keflavíkur sem náttúrulega gríðarlega öflugt félag. Það verið að æfa hérna núna 2 leikrit og verða sýnd jafnvel bara næstum því á sama tíma. Við rétt sleppum með að klára þetta ef aðsóknin verður góð áður en næsta verk fer á svið. Fyrir 3 árum síðan sögðum við frá 101 árs gömlum hestamanni sem fór á bak hér á Mánagrund á Suðurnesjum. Núna kappinn orðinn 104 ára gamall og fagnaði afmælinu núna í vikunni. Við ætlum aðeins að rifja upp þegar hann kom hér suður með sjó og skellti sér á bak. Á afmælisdaginn mætti Lárus ásamt Kristínu Gísladóttur sambýliskonu sinni, sem 91 árs, í hesthús á Mánagrund í Reykjanesbæ, þar sem þau skelltu sér á hestbak í tilefni dagsins. Sjónvarp Víkurfrétta var á staðnum, enda saga til næsta bæja þegar öldungar eins og Lárus mæta í hesthúsið og fara á bak. Lárus þekkir vel til hesta, en hann sá meðal annars póstflutning á hestum úr Hrútafirði til Hólmavíkur í áratug. Komum með okkur í hesthúsið og heyrum aðeins í Lárusi sem hinn hressasti þrátt fyrir háan aldur. Þetta hefur verið skemmtileg tímamót að koma hérna og fá að fara hestbak. Það verður alveg óvænt og ótrúlega mikið gaman að það sé því. Ég hefði nú aldrei trúað því núna fyrir nokkrum árum bara að ég ætti eftir að koma á hestbak. En ég ætla nú ekki að hafa mörg orð það hvað þurfti að hafa mikið fyrir því að koma mér á hestbak. En það ekki það sem skiptir málinu. Þú þekkir nú aðeins til hrossa. Þú varst hérna meðal annars í póstflutningum á hrossum hérna í eina tíð. Já. Ég var það. Hvernig var sá tími þegar þurfti að nýta hestasamgöngur og það var lítið annað í boði? Það var náttúrulega ýmsum erfiðleikum bundið. En núna ertu orðinn 101 árs og bara komin í hesthúsið og hestbak. Þetta hljóta bara að vera tímamót. Já, ég ekki á neinum tímamótum. Ég alveg tilbúin að fara í tímamót. En það eru örugglega tímamót. Ég held að aldrei eldri maður farið á hestbak heldur en þú. Ég veit það nú ekki. Ef við hugsun langt aftur í aldri að þeir eru einstakar gamlir menn og eru gamlir og óendanlega hraustir. Eru til hamingju með daginn. Þakka þér fyrir það kærlega. Þakka þér fyrir þennan reit og svo væri ekki langur, þá var hann góður. Sjáum það helsta úr Víkurfréttum þessa vikuna. Á Suðurnesjum voru gerðir 285 kaupsamningar íbúðarhúsnæði á 4. ársfjórðungi 2018. Af þessum samningum voru 83 vegna fyrstu kaupa á fasteign. Það gera 29% samninga og hæsta hlutfall fyrstu kaupenda yfir allt landið.
Reykjanesbær hefur tekið fram úr Akureyrarbæ í fjölda íbúa. Íbúar Reykjanesbæjar eru 40 fleiri og hefur fjölgað 86 frá því síðustu tölur íbúafjölda voru birtar fyrir mánuði síðan. Þar með Reykjanesbær 4. stærsta sveitarfélag landsins. Hjördís Árnadóttir var ein af áhrifavöldum í félagsþjónustu Reykjanesbæjar á árum áður eða allt þar til heilsa hennar gaf sig vegna kulnunar í starfi og hún var að hætta störfum árið 2014. Hjördís í einlægu viðtali við Víkurfréttir í þessari viku þar sem hún rifjar upp líf sitt og aðdraganda þess að hún varð að hætta störfum. Þá segjum við frá mokveiði Suðurnesjabáta við Þjórsárrósa og sýnum myndir frá Þorrablóti í Njarðvík. Greint frá miklum áhuga á fjallgöngu suður með sjó og í blaði vikunnar viðtal við Gunnar Þórðarsson, afa íslenska popsins. Á íþróttasíðum svo stórt viðtal við Arnór Ingva Traustason, atvinnumann í knattspyrnu. Þetta það helsta úr Víkurfréttum þessa vikuna. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið, rétt að minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum með Víkurfréttir sem kom út vikulega og dreift inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum. Einnig erum við öflug á vefnum, þar vaff.is, Víkurfréttavefurinn, með alla fréttirnar frá Suðurnesjum alla daga og kylfingur.is með golffréttir alla daga ársins. Við erum á Facebook, YouTube og Twitter og það má sjá þennan þátt og eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á vefsíðum Víkurfrétta og Hringbrautar. Við hvetjum ykkur til að standa með okkur vaktina og koma með ábendingar um áhugavert efni í alla okkar miðla. Það má senda okkur ábendingar á netfangið vaff.is. Við verðum aftur á sama stað í næstu viku með áhugaverðan þátt frá Suðurnesjum. Við tókum meðal annars hús á dýralæknum og sjáum hvað þeir eru að fást við hér suður með sjó. Þangað til, verið sæl.